en við ætlum ekki að gefast upp hér. FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan mánudaginn. Hann situr nú oftast á móti mér, hann Björn Bragi á mánudögum, en hann heima veikur greið með mánudagsveikina, en það komin góður maður í hans stað. Hann vill láta kalla sig Nonni Tattoo, en heitir Jón Gunnar Gerdal. Ertu velkominn? Hvað segirðu? Það ekki lína 30 sekundur árið byrjaðir. Nonni? En þú aldrei verið kallað Nonni, ekki? Það einn maður sem kallar mig Nonni. Hver er það? Það áttræðu frændi minn og Patríksfjörði, bróðum maður. Já, en ég veit að þú náttúrulega aldrei verið kallað Nonni Tattoo. Það er kannski ekki nafn sem þú vilt Nei, þetta var ekki kallað það sem úlingur enda fúrlaus þá. Já, en þú aldrei verið kallað Nonni bara sem úlingur? Nei, ok. Ég var kallað Jónsi Dökk. Jónsi, það er nú bara verra, maður. Það er mun verra. Það er alltaf því að félag minn var ljósarur, kallað Jónsi. Hann var Jónsi Ljós og ég var Jónsi Dökk. Já, var þetta hárlit? Já. Jónsi Dökk? Jónsi Dökk. Af hverju er ég að segja ykkur? Það er bara Mongolítur á mér. Þetta er eitthvað sem ég getist að segja allir frá. Já, ég fínt að hringi í Halla og staðfesta þetta. Ég þarf að skrifa þetta, Jónsi Dökk. Jónsi Dökk. Þetta er aðeins. En þú ert brattur eða ekki? Já, ég er frábær á mánuði. Ekki veikur eins og Björn Bragi? Nei. Hvernig var helgin hér? Þú fórst á kaustið, ekki? Jú, ég kaus. Já, og kaust rétt? Já. Kaus ekki allir rétt. Ég ránaði með Lóa Bergmann. Hann var að rakka niður svona neikvæðispillur á Facebook og Twitter. Fólk er að frík út. Já. Það er allir bara fíbl og fáetir eða kaus ekki flokk heimilisins eða eitthvað sko. Já, það er alveg ótrúlegt. Það er sko, ef þú ert ekki sammála einhverjum, þá er hann bara fíbl. Já. Ég held að vera kostningar réttu bara fyrir alla og maður getur bara eftir rétt á því að kjósa það sem maður vildi, en fólk er búin að virkilega reitt og biturt og bara svona... Já, það virðist fylgja kostningum alltaf. Svolítið rætið, já, kannski sérstaklega mikið núna í ljósi alls. Já, en... Jú, ég kaus og var svo þetta bara rólegur. Það var feðgahelgi í guttinn, sko. Og stánaði múslitinn, framsókn og sjálfstæðis? Ég meina, já, þú veist, sumt og ekki einhvern veginn, svo bara eftir að koma í ljós. Ég ætla ekki að dvelja í því hvernig menn drullu upp á baki í einhver mörg ár og fyrir 2007 sko. Við tókum þátt aðeins í kostningarsjónvarpinu við Sveppi og ég sá það, skemmtilegt. Og ég verð að viðurkenna að ef það var eftir að kjósa bara fólk, fattar þú? Ég svolítið það líka. Já, það er ég, og svona við hittum alla. Og mér fannst svona, Kata Jak, Bjarni Ben, og svo fannst mér líka Árni Páll frá, þetta er svona það fólk sem að ég gæti leita til að tala við og fannst þau bara virkilega skemmtileg. Ég hef vel að sjá hana Heiðu Kristínu inn, hann hjá Bjartri framtíð, sem var inn á tímabili. Hún er þetta líka frábær, ég sammála því. Ég hef vel að sjá hana, því ég er svolítið líka þarna, ég hef svona einstaklingar, þetta fullt af frábæru fólki sem flokkum, en svona oft er heildarmyndin og heildar, hvað þeir standa fyrir. Já, því að ég myndi vilja kjósa Katrínu Jak, en ég myndi ekki vilja kjósa Vinstri græna, mega það eitthvað sens. Ég er svolítið mikið sammála þar. Nei, svo reyndar, ég gerði skemmtilega vengina. Ég fór á Fanfest Eve. Já, þú ert náttúrulega í þessum tölvuheimi. Varst í kostningunum það með þeim? Ég var þar, ég lengi ætlaði að fara. Hvað er gameskipið þetta orðið gamalt? Róli. En hörru, gaman að segja frá því, þarna eru menn, þarna voru bara tróðfull eldborg, bara 1600 manns, og menn bara að hnefa sig yfir einhverjum nýjum gameskipum og nýjum... Já, þetta er lífstíl hjá þessu fólki, sko. Það eitt félag með vinnun, hann var að segja mér, svo vorum við að kynna svona nýtt svona Space War, bara hvernig gameskipi skýst, sko. Svo sást í Star Wars. Það voru bara, menn voru öskra og bara klappa og frík út, bara af einlægni að missa sig, sko. Já, það er, sko, eins og með þetta og World of Warcraft, ég meina, sameiginlega vinnur okkar Sverrir Bergmann týndi sig nú í þeim heimi, að það er hérna, frændin enda meira, en fólk bara byrjar að lifa fyrir þessa leiki. Já, en það, veist, og bara týnist. En þetta magnaði við þetta. Nú er konum með nýja leik Dust og nú Dust er PlayStation 3 EVE Online ekki samt talið sér leikið saman eftir að spila Dust eftir inn í, þetta er svo mikið rugl sko. Þetta er svo svakalega og líka gaman bara að vera í hörpunni og sjá þarna. Það voru geggjuð tónlistarþættir og svona, ekki? Það voru svakalega tónlistarþættir. Ég sá Skálmöld í fyrsta skipti. Oft verið á leiðinni og hérna alltaf mikið búið að tala þessa hljómsveit Íslands þessa dagana sko. Það voru að fá 5 stjörnum dóma fyrir alla tónleika og eitthvað og þeir eru trilltir sko. Þeir hafa staðist alla væntingar. Já, ég hlustaði síðast á Þungarokk bara fyrir 25 ára síðan sko. En þetta er bara svo melodíst og þeir eru svo kröftýr og ég þarf að sjá það. Þeir eru ekki frá Húsavík eitthvað? Gott fólk þaðan. Já, svo sá ég Rektor Stefánsson líka. Þeir eru alltaf aðeinslega. Já, það er toppband. Við erum með veisluhandtekur í dag, kæru hlustendur. Við erum með sturla staðreyndir. Við erum með, ég ætla að fíblast hans í söpbið nonna á eftir. En get ekki sagt eitthvað strax hvað ég ætla að gera því að hann má ekki vita það sjálfur. Það er barnaland, það er netmisnotkunin. Við ætlum að hringja í Egil Einarsson.
Við ætlum svona að snúa blaðin við þar. Já. 2 tómir hringja átti þig á föstudögum. Kominn tími til að hringja í buffið. Já, nú ætlar Jón Gunnar að fá að hringja hann og láta hann heyra. Já. Þannig að það verður hellingur að vera hjá okkur þennan mánudaginn. Björn Bragi átt að hlusta, látið þið batna. Við sjáum þetta. Ja, þetta er í góðum höndum. Þannig að hann fá svo mikið á miklar áhyggjur. Byrjum hér á Pitbull. This moment. Þeir að hlusta á FM 95 blöð. Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal með ykkur til 6 í dag. Sýtur hér í stað Björns Braga sem er heima veikugreið. Við vorum líka að fara við á hann, mæ er skemmtilegur. Já, það er hellingur að vera í mæ. Já, líka bara, það er endalausar fjárdagar vikur. Já. Það er fólk sem ennur ekki að vinna. Það er náttúrulega frí núna miðvikudaginn, af því að 1. mæ. Já. Svo er frí í næstu viku líka, því að það er uppstegnadagur. Já. Hvað er það, frí á 50 dega? Frí á 50. Okay. Svo kemur náttúrulega bara Eurovision. Já. Það var náttúrulega bara allir í stuði, bara 3., 5. lögadagur og bara mega. Og já, svo eru bara einhver partíhöld og stemming og gaman sko. Já, svo náttúrulega hérna Hvítasunhelgin líka. Hvítasunhelgin. Já, en það er líka, ef þú hefur ekkert að gera helgina, Jónsi, þá er keiluliðið Steven Seagal komnir í úrslit í auðadeildinni keilu. Já. Og erum að spila núna fjórða á laugardaginn, byrjum klukkan 11 á morgunin. Ég set allt á klaka. Ég ætla að vera á húninum í keiluhöldinu. Hvernig finnst þér ef við getum orðið Íslandsmeistrar í keilu? Ég veit ekki. Hver er í þessu liði? Þú? Ég og Sveppi og Sverri Bergmann og Hugi og Árni Ragnar og þetta er topp og Guðmundur Karl, topplið. Þetta er topplið. En það er komið að slúðri og ég er með ágætispakka handa, já bæði þér Jón Gunnar og ykkur, kæru hlustendur. Já. Ég ætla að byrja slúðri hér á Chris Brown en já, það er náttúrulega mikið fjallað þau, Chris Brown og Rihanna í öllum slúðupökkum en það nýjasta er að pabbi Chris Brown vill ekki að sonu sinn sé að hitta Rihanna. Hann vill meina að hún hafi slæm áhrif á hann og vill frekar sjá að Chris Brown með stúlku eins og Jordan Sparks sem að vann einmitt American Idol hérna fyrir 2-3 árin síðan. Hann segir að það er stúlka sem er, ég ætla bara að lesa þetta á ensku. She is wholesome, young lady and very pretty. Hann vil svona meina að hún sé heil og flott og góð stelpa og þetta kemur úr hörðustátt. Mr. Brown er greinlega mannvitsbrekka mikil. Er það bara ég eða landi Chris Brown ekki Rihanna svo harðfisk? Hann er pappans og já, það er það er eitthvað vont þarna. Já, ekki fellur eppi langt frá eiginu þarna, það er nokkuð ljóst því að já, ég held að séu bara allir í kringum Rihanna sem vilja ekki að hún sé í kringum Chris Brown. Já, ég er enda helt gaman á músíkinn hjá honum. Já, hann er ágætis tónlistarmaður en hann er viðbjóðar manni. En hann er algjörlega steikt. Bara aumingi, það er ekkert annað. En þau verðast nú ekki vera að hætta saman því að hann á ammali, hann Chris Brown og Rihanna gaf honum eitthvað svaðalega Benz frá 2007 sem að er, nei frá 2009 fyrirgeðu, sem að er, það voru bara að gera 70 svona bílar í heiminum og hann kostar meir en $1 million að taka fyrir. Þannig að þetta var 130 million króna gjöf sem að Rihanna gaf Chris Brown í afmælisgjöf. Ég bara skilði það fullfélan sem stuði með henni sko. Já, 130 million krónar Mercedes-Benz. Já, ég á afmæli núna í júli, þannig að... Já, spyrðum að henda tvitti á hana, skvísu. Þetta kannski gefur líka bara þér einhverju hugmyndir, Jónsson. Já, ég ætla að gefa þér 130 million krónar Benz. Þó myndi ekki væntu þig. Já, ok. Þú myndir ekki gefa með Maxbox bíl, sko. Svo er hér... Þú ert líka 30, hvað þryggja þig eitthvað? 33 sumar. Já. Þú voru að mæta samt. Það er bara, eins og það missi ekki að blísförunni. Þetta verður svaðamæli. Já, ég veit. Svo er það hérna Michael Jordan, einn besti körfuboltamaður, besti körfuboltamaður og einn besti íþróttamaður allra tíma. Já. Hann var að gifta sig helgina, gifti sig á laugardaginn og það voru 2000 manns í veislunni. Þetta var haldið á... 2000? Já, en 500 manns í kirkju og 2000 manns í veislunni. En hann var að giftast í annarsinn og stúlkan sem hann var að giftast núna heitir Priero og er vist leikona og módel, hún er 35 ára. Hvað er hann gamall? Hann er enn ekki, hún er 42-43, hún heitir Yvette Prieto og er 35. Já, ok. Þannig að, já, þau eru voða ástfangin, búin að vera saman í 5 ára eitthvað. Manna veisla, það er alvöru. Það er alvöru brúðkaup. Já. Það er líka, maður myndi ekkert hata það að fara í brúðkaupi á Jordan. Nei. Þú veist bara að gefa magic, orðin fullur að gefa magic high five. Ég fekk allir svona hugmynd svona, fyrir svona afmælis veislu geðsjúklingar svo þig sko. Hvernig verður brúðkaupið þitt? Það verður bara eitthvað fáralegt. Það verður svona viku brúðkaup og eitthvað vesen. Ég held við þurfum ekki að vera að stressa okkur í því eins og En hérna, ekki mín. Svo er það hérna í lokin. Já, ég reyna að kynast einhverju fyrst. Hérna það er Madonna og Elton John. Þau hafa sæst, þau eru búin að vera óvinir núna í langan tíma. Þetta byrjaði allt árið 2002 þegar Elton John sagði að Madonna-lagið fyrir James Bond myndina Die Another Day væri versta Bond-lag allra tíma. Þá brjálast Madonna og hafa þau verið að rífast síðan en eru orðin vinir núna. Ég heyri bara sveppa bara hérna fyrir aftan mig bara hverjum er ekki
Það líka hárið eftir það er öllum drullu sama. Slúðurpakkinu búinn. Skulum fá Bruno Mottumans, When I Was Your Man. Þetta eitt allra vinsælasta lagi á stöðinni. Það gott lag. Rólegt en það er eitthvað kosið við þetta. Ég er gaman mass. Það nú mánudagur. Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa miða eða eru nú þegar búnir að kaupa miða geta skráð sig í leikinn með því að posta mynda sér með miðan á keflavíkmusicfestival.is á Keflavík Music Festival á næstu N1 stöð. Send okkur myndavél með miðan þinn og skráðu í leikinn á keflavíkmusicfestival.com en þar getur þú einnig keypt þér miða. Þetta verður ógleymanleg helgi. FM 957 og agents.is. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu, því þá færi ég líklega aldrei út úr húsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. Yokohama-dekkin færðu í dekkjahöllinni. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. I kill you! Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Hringurinn. Besta þýdda táningabók síðasta árs að mati bóksala er komin í Kilju. Hringurinn er sambland af hungurleikunum og Harry Potter, segja gagnrýnendur. Bjartur. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Gauti og Jónsi með ykkur á þessum mánudegi 29. apríl. Það er að koma mæ, sumar er nú komið, það er sól úti en það er ekki hlýtt svo sem. Köld gólan sko, samt næs viður. Já, þetta er svona fallegt. Já, og svo er föstudags þriðjudagur á morgun. Já, frí á miðvikudag, þannig að þetta eru þægilegar vinnuvikur fyrir okkur núna. Já. Það er bara þannig. En ekki það, við förum í netmisnotkun eftir, þá erum við að skoða netið. En eina bara því ég veit að, við kunnum báðir vel við félag okkar, Egil Einarsson. Já. En við, ég og þú erum ekkert ósvipaði þegar kemur að tónlistasmekk. Já, sammála. En ég var inn á Facebookinu, ég var að fara undirbúa fyrir netmisnotkun eftir sem við förum í. Þá sá ég hérna stendur bara á Facebookinu hans. Já. Og þetta er nýlega núna, þetta var bara núna áðan. Egil Einarsson is listening to 4 songs on Spotify. Ok. Það er alltaf nýja dæmið það sem þú ert að hlusta lög. Ásamlega tónlistveita. Veistu hvað lög það eru? Það er Army of Hardcore, Radio Edit með Scooter. Army of Hardcore, já. Maria, I Like It Loud, einnig með Scooter. Já. Von, Always Hardcore með Scooter. Og Nesasha með Scooter. Hann er ekki að djóka, sko. Nei, veistu það? Það er ekki alltaf í lægi, sko. Hann er svona, bara í vinnunni, ég er bara að hlusta á þetta. Hann er bara í sporthúsinu núna. Já. Að senda meil, ég heldur eitthvað að hann sé að fyrir eitthvað keppni eitthvað. Ég hef ekki bara hringið. Jú, hringið hann. Ég líka sko, hann er bara í þessu, bara Spotify og hendi 4 lög í röð bara með Scooter. Já, og líka Army of Hardcore, Hardcore Remix og eitthvað svona bull, sko. Þetta er ekki eðlilegt. Nei, þetta er ekki eðlilegt. Hann er með versta tónlistasmekk sem hægt er að vera með. Já. Hjöppi er ekkert með neitt spes, en Egill er verri, sko. Ég ætla einmitt að segja Hjörvar er hérna, hann er hérna líka, sko. Er það DJ Muscle Boy? Já. Hæ, Halli. Það er hann. Hæ, Halli. Nú er ég hérna með einn steik. Já, þú ert í peinn útsendingu FM 95 Blö. Þetta er Tattoo. Þetta er nonni Tattoo, maður. Hæ, Egill. Hvað segir þið, Tatman? Ég er æðislegur, en Halli, ertu hress? Á hverju kallar maður Halla? Að því að Latti hér. Ég reyndar sko, við erum að fara að vinna með nýtt nafn á Jón Gunnar. Ok, hvað er það? Veistu hvað hann var kallaður í þegar hann var í Fjölbraut? Það var í Fjölbraut? Nei, Smúlingur líka. Smúlingur, Jónsi Dökk. Af því að hann var dökkarður og það var annar Jónsi sem var ljósærður. Jónsi Dökk? Já, þú veist sko, Jón Þorgrímur hérna, fótbolta fram Breiðablik, það var Jónsi Ljós, ég var Jónsi Dökk.
Það hræðilegt nafn. Já, því að Nonni Tattoo og Nonni Plug og Gils og Muscle Boy og Halli og 2 tómir, er það betra? DJ Muscle Boy. Sko, Nonni Plug er mjög gott nafn. Já, það er æðislegt nafn. Og Nonni Tattoo líka mjög gott. Það er ennþá betra. Og Lemon Boy, líka gott nafn. Ég er fertið gæðin sem kalla sér Nonna Tattoo og Nonna Plug. Það vantar litning í því. Nefndu mér eitt gæja sem er betra pluggalutu með þig, nefndu eitt. Engin. Nei, Nonni Plug. En ertu, svona öllu ganni sleftu, þegar þú ert nýra á Lemon hérna, Jónsi, ertu að kalla Lemon Boy? Nei, bara alls ekki. Ég var að sjá hérna, ég var inn á Facebookinu, Egill. Já, þú ert lasinn. Og það stendur hérna, Egill Einarsson is listening to 4 songs on Spotify. Kemur það á fucking Facebook hvað er að hlusta á Spotify? Já, það kemst upp við þig. Og, já, því miður fyrir þig, þá kemur það á Facebook, því að þú varst að hlusta á Army of Hardcore, Maria I Like It Loud, One Always Hardcore og Nesasha, allt með skúter. Þetta er bara 4 bestu lög sem gerða það að verið. Er þetta mánudagurinn hjá þér? Ertu bara að keyra þig í gang? Þetta er bara frábær lög. Þú ert tónlistarlega þroskaheft. Ég verði ekki. Ég veit, í stað fyrir DJ Muscle Boy, þá ertu bara DJ Downs. En hvað er Army of Hardcore? Hvaða lag er það? Það er bara frábært lag. Með meistara Baxter. Þú verður þekkir ekkert með skúturnum. Nei, ég veit ekki. Ég heyrði þetta eitthvað 9 mínútna laginn á föstudaginn hérna, stuðlagið þitt. Já, svo að fólk að rakka niður. Ég skildi að slögt á því. Ég sá það á Facebookinu þínu. Nei, menn þetta er ekki, akkur lefur ekki bara að rúlla. Þetta er 8,5 mínúta reyslu. 8,5 Af því að tók lagið til að byrja, en 4 mínútur að byrja. Já, það var þetta bara blæð úr eyrun og mér. Það er heima. Hvað eru þið að spila þetta ángriðs? Hvaða þunglend er í gangi á þetta stöðinu núna? Við erum hérna í þvílíku mánudagsvíling. Hentum í eitt rólegt lag með Bruno Mars sem er bara búið að spila 5.000 sinnum á FM síðustu mánuðin. Já, mjög gott það. Nonni, þú er tattoo-sérfræðingur. Já, ætlar það að fá þig flúrið það? Nei, ég er að velta fyrir mér. Ef að blöð myndi að sé tattoo og raskatið, myndi það fyrir að raka hárin að því, eða það er ekki? Það myndi þurfa að raka hárin að því. Hefur séð raskatið á blöðu? Hvað ert að fara dætt í spurt og svara þetta? Búið að setja tíkall í trúðin? Þú ert ekki að vakt, sko. Það er svona að það er sest á fiður, sko. Þú ert að vera að raka dýrim að því. Þú ert ekki að vakt núna, sko. Það er sest á fiður, King Nonni Plug. En hvað er eitt tómur að brasa? Eitt tómur er að fara í eitthvað sirkusinn í Kringlunni. Nú, varstu að hlusta á þetta? Já, ok, þetta er 20 minutes ago. Ég held að þú væri bara niður í sportu. Hvað er það að fara að gera í Kringluna? Ég er að fara að keppa á móti Ívari Guðmunds. Ívar Guðmunds? Keppaði hann í hverju? Og Íris er mist, fimmleikastelpu. Ég geti hangið lengt svona í stöng. Bara hanga þar, svo grapi. Egill, hvað er það að fara að hanga í Kringlunni? Þetta er eitthvað skólarheisti, það er eitthvað undanústitt og þú þarft í alveg að finna eitthvað að gera. Það er eitthvað tíma með síðan að tjekka ykkur 11 mínútur sem er eitthvað Já, ég sá það var stelpa sem hekki 11 mínútur í skólarheisti. Er hún ekki 15 ára eða eitthvað? Ívar Guðmunds er að bara pakka með saman í þessari keppni. Já, með þessu hugafari. Já, ertu búin að skipta á þau fyrir hámartröðinu? Hann er eitthvað 20 kíló léttari. Egill, hættu. Hann er í elmenni, hann skal pakka með saman. Hættu að væla áður og keppir. Fyrsta sinns ég heyri þig grenja. Já, nákvæmlega. Ég held með þess að Íris mistunni líka pakka með saman. Hún er 40 kíló, sterk fimmleikastelpa. Ég held ég með skít, pappa. Ég er powerlifter / bodybuilder. Þetta hendur mér ekki, þessi keppni. Þú bara hendir iPod í eirun, DJ Downs playlistinn og málið döð. Þetta hendi 270 kílum á stöngina og tökum við réttuðu keppni, sko. Það er ekki alltaf klár. Það er farðu að hanga í Kringlunni. Þú ert að fara að hanga í Kringlunni, Egill. Já. King Nonni Plug. Ég heyri ykkur. Er það að fara að fá þig tattoo? Nei, finnst þið það líklegt? Ég sé að fara að fá mig tattoo og raskatið? Nei, alltaf síst þar. Já, og er einhver búinn að setja tíkall í trúðin? Sem er ekki. Þetta er Macklemore, Can't Hold Us. Það get ekki hitlagið lengur. Thrift Shop? Nei, það er komið gott að það. Það er búið að spila það líka svolítið mikið. Já, fílaði það fyrst. Já. En þetta er hressandi. Þetta er gott. En það styttist hér í netmisnotkuna. Ég ætla að láta Jón Gunnar hringi Subway og eftir. Fíblasnægt með honum, ég á eftir að útskýra það byrju fyrir hann. Laka til. Það verður veistlega fyrir þið. Þú elskar líka alltaf svona fíblaskap. Já. Þægilegt líka. Já, svo er Barnalandið og fleiri fastir liðir á sínum stað. En ég ætla að spyrja núna, Jónsi. Ég er búinn að spyrja alla hérna gestastjórnundans sem eru hérna með mér. Já. Ef þeir eru að alast upp með einhverju dýri, með hvaða dýrum þeir myndi alast upp. Og þetta byrja allt eftir í lasið í sturglum staðrindum. Já. Og þá er sem sagt að hafa fullt af fólki orðið eftir og alast upp með dýrum. Ok, fullt af fólki? Já, fullt af fólki. Ok. Það veist ekki eitthvað mörg þúsund, en það eru einhverju tvíir. Þannig að ef þú mætti velja dýr til að alast upp með, dýrum, hvað myndir þú velja?
Hvar sérðu nonnan? Það sem ég elska við þessar pælingar hennar, þetta svo einlægt. Þú ert alveg genuinely áhugasamur þetta, sko. Alveg, potið. Það búið að koma líka skemmtileg sögur, sko. Já, ég held að Egill Einarsson hafi verið alveg upp á dýri. Miðað við bara, sem að myndi útskýra rosalega margt. En sem alveg ræðilegt því að, sko, Ester og Einar foreldrar hans eru svo yndisleg fólk. Þeir eru yndisleg, en það bara, ég veit ekki, það skeði eitthvað. Ég veit ekki hvar á leiðinni, en það skeði eitthvað. Alveg upp að dýri. Hvaða dýr sem er? Já, ég meina bara, þú veist, þá sé ég svolítið fyrir mér hvaða dýr myndur vilja að væri viniðinir. Skilur þú? Þú væri kannski, ég væri ennþá viniðinn, fattur þú? Þú væri ennþá vinið minn? Já. En þú myndir, þú veist, bara segja, þetta er eiginlega mamma mín. Shit, hvað trösti. Þá er það kannski eitthvað. Þá er það bara mörgæsir. Ég myndi alltaf mörgæsir eða apar. Já, sko, mörgæs, það er eins og ég var að útskýra fyrir Agli, hann vildi vera með ísböndum, sem er alveg cool, en hvað, veist, mörgæs, veistu hvað verður, kalt? Já. Þú myndir deyja úr kulda. Mikil hægt að vera étin af sel, ég minna hrifin af því. Já. Eða Agli og ísböndum. Og hvernig ætti þú að tínast með mörgæsum? Hver á að skilja það eftir þar? Já. Hvað, voru foreldrar hennir eitthvað? Þannig að það er mjög ólíklegt, reynda að taka þátt í þessu sem maður. Ok, apar. Þeir eru skemmtilegir. Þá eigið þið hjöppið það sammeilið, þið viljið alast upp með öpum. Já, ok, það hlaut að vera að við kámaðurinn ættum einhvað sammeilið. Já, en hann sá það fyrir sér líka, sko, hún finnst apar svo fyndnir í jakkafötum og með sólgler og svona, ég veit ekki hvernig hann sá það fyrir sér. Þetta þykir að vera með eitthvað api í leðjaki ykkur partíð? Já, ég reyndar sá, sko, plakkat einu sinni af apa í leðjaka, það er eitt af flottasta sem ég sé, sko. Já, ég veit ekki hvort að abarnir mínir eru í leðjaka í jakkafötum, en ég veist apa skemmtlir. Sitja bara og klóra sér og eitthvað vesen og klifra og geta banan á eitthvað. Líka bara þægilegt líf. Þetta er ágætast til. Ég held það. Ég veit ekki með hættinu, sko, það eru hættulegur mörgæsir, sko. En hvaða dýr myndir alls ekki vilja alast upp með? Alls ekki. Ég myndi ekkert að það var rosalega gaman að vera einn á krókódílum. Nei, ég er eitthvað gaman á krókódílum, þeir eru svo hættilegir. Já, það eru grimm. Sástu hérna 60 Minutes einslæðan daginn með görnum hérna Kúparna í 60 Minutes, heitir hann ekki, Kúp er eitthvað. Já. Hann var að kafa með krókódílum, þeir eru búin að komast að því að þeir eru onni í vatninu með myndavélar og ljós og svona, þá fattar krókódílinn ekki hvað það er, hann sér þau ekki ofan í vatninu. Hann heldur þetta sé bara þvari eða bara einhver önnur dýr eða, þannig að þeir eru núna stútir að krókódíla bara á allt annan hátt eftir að komast að þessu. Ég fær ekki ofan í vatn á krókódílum fyrir miljón. Sama ég sagði, við vorum að horfa á þetta heima, ég bara, hann er bara að vinna sem sjómasmaður, sko. Já. Og þeir voru svona að segja að þetta... Logi Bergmann í hússtýragarðunum að henda sér hún í krókódílabullinu eða? Sægir það ekki alveg það? Svo var þið líka, hann spurði, er ég ekki alveg 100% öruggur? Og þá var gaurinn að útskýra fyrir honum, já, þú ert náttúrulega ekki 100% öruggur, þetta eru krókódílar, sko. Hvernig getur þú 100% öruggur þar? Þú sér bara á því kafbát. Svo bara eldan hann, hveit ykkur ef þeir eru með voddi heima að tjekka á sig, þetta er svona þriggja vikna gammal. Já, ok. Þetta er alveg magna. Ég held að krókódílar bara dreif leiðilegt líka, sko. Já, en þá veitum við það. Það er gaman í öðbúnum. En Jón Gunnar Gerdal, hann vill láta, apa, alas upp. Já, þetta hljómaði rosalega illa. Þetta er fræðandi, samræður hér í þessum þætti, FM 95 Blöð. Við ætlum að fara í... Það er mikil dýft í þessum. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð. Svo er það nú talandum dýft, þá er komið að Sturlun staðrendum strax eftir, þessar auglýsingar. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingvar Eysteinsson drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Af trúalegum ástæðum þá teki brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt hið sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Nú getur þú keypt dekkin á netinu á dekkjahöllin.is. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. 4 stjörnur hjá RÚV. 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Alvöru eldgrillaðir hamborgarar og heimalagaðar sósur. Hamborgarasmiðjan, Grensásvegi.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragði. Það sumarísum. Fyrir okkur dansarana. Ef við myndum að heyra þetta lag á einhverju skemmtist, þá myndum við hugsa, hvað Nonni Blögg á græðunum? Það var svona ekta þú. Allavega ekki DJ Muscleboy. Nei, DJ Muscleboy, þá ég ekki inn á staðnum. Hérna, það komið að sturlum staðrendum, kæru hlustendur. Já, það veist hvað mér finnst fyndi. Það orðið mjög algengt. Ég á það nú til að kíkja út á lífið. Já, annarslægi. Ekki ekki samt? Aldrei. En sko, ég heyri alveg reglulega blöð poop, það stundur kallað á mig. Já. En það sem líka detta mjög oft inn að fólk að biðja mig sturla staðrind. Já, ok. Bara lappandi einhvers staðar, bara áttu einhverja sturlaða staðrind að okkur. Það bara hent 100 kall í þig og þú byrjar að frussa út þér staðrind. Já, ég hendi eina frýtt sko, ég get ekki verið að rauka fyrir þetta. En þá, það sem ég gaman að, fólk hefur þó greinlega gaman aðeins í útvarpinu, þú veist, þetta skemmtilegt. Heyra það live líka. Og, já, meina, þið hafið gaman að þessu, þá hef ég gaman að þessu og við ætlum að byrja hér. Ertu tilbúinn, Jónsi? Já, ég klár. Hér kemur fyrsta. Að bölva hækkar sársaukaþröskuldin 50%. Og ég hef lesið mjög svipað sturlaða staðrind. Ef þú meiðir þig til dæmis og bölvar, það hjálpar sársaukaþröskuldin. Það gleymist þess sársaukin á meðan. Já, ef ég blóta. Já, þannig að sko, ekki það, ég ekki að hvetja neitt út til að bölva, það leiðinda siður. En ef þú til dæmis einhver tánni og byrjar að bölva, þá finnur þú minna fyrir því, heldur nú þú bara bomba tánni og... Já, þú dreifir fókusnum eftir eitthvað svo leið. Já, þetta eitthvað svo leið. Menn bara að rannsaka þetta. Hvernig þetta? Já, ok. Ég veit ekki hvernig menn rannsaka þetta. Nei. Kannski láta menn meiðast þig og ekki segja neitt og svo öskra. Prófa þú núna til dæmis að slá þig og ekki bölva. Ég þurfti að vera með sveppa núna. Hann myndi bara... Já, hann myndi hjólið, hann myndi bara henda sér á gleri hérna. Það sveppi á svo auðvelt með að meiða sig. Já, og hann bara fíla það. Já. Það eitthvað svona nettur massakist í hann. Veit samt ekki með þá staðarinn hjá barnastjörnunni alltaf. Ég elska það þegar hann hoppar á vegg og svona. Já. Herri, ég ætla að halda þetta áfram. McDonald's hafnar fleiri umsækjendum á ári heldur en Harvard. Sturlu staðarind. Það pínu sturlu staðarind. Já, það Já, en samt, þú veist alltaf svo, hvað eru margir staðir út allan heim náttúrulega. 100.000 eða meira. En sko, manni finnst það einhvern veginn eins og allir fái vinnu á Mac. Skilur, ekki það, ég ekkert að tala niður til þeirra sem vinna á McDonald's eða neitt þannig, en það oft talað bara að flippin burgers, að þú endir þar eða þú fer ekki í skóla eða eitthvað svona, og þá ég að tala með að þú ert ekki úlingur. Þetta svona mjög basic eitthvað sko. Já, þetta mjög algengt að fólk að vinna á McDonald's og kannski í skóla líka eða að fara í skóla eða eitthvað. En það eitthvað leiðilegt við ef þér hafna. Ég fekk ekki vinna á McDonald's. Það pínu þunglind þar. Þú ert ekki komið að vinna á Mac? Nei, ekki. Já, hætti við. Nú, okkur. Höfðu ekki áhuga á kallinum? Já, ég passaði ekki inn í þetta. Já, ég passaði ekki inn í 5 ára planir. Svo það næsta, leðurblöggur halda áfram að hanga á hvolfi þrátt fyrir að séu dánar eða döðar. Sturlu staðrind. Þá hanga það bara hvolfi? Já, ef þú sér leðurblöggur, það náttúrulega hanga alltaf á hvolfi í myrkri. Já. Þá getur velur hún sér döð. Því hún heldur bara áfram að hanga. Hún bara hangir hana? Já. Ok. Kannski ekki hægt að ræða þetta neitt mikið, en gaman. Svona er þetta bara. Bryan Cranston, veistu hver það er? Það er snillingurinn í Breaking Bad. Það er hárrétt þér. Þarna færið 5 stig frá blöð. Sem einmitt, Bryan Cranston, sem einmitt maðurinn sem fer með aðalhlutverkið í þáttunum Breaking Bad, var kennt að elda meth eða spýtt eða amfetamin fyrir hlutverkið í þáttunum. Þannig að hann kann í dag að elda amfetamin. Hann getur bara hent í eina blöndu bara. Já, eins og karakterinn hans er að gera í þáttunum. Í methamfetamin, frábæri þættir. Þetta er æðislega þættir og leikstjórinn hann vildi sem sagt að Bryan Cranston myndi komast meira inn í karakterinn ef hann vissi hvað hann væri að gera. Það er svakalegt. Það er svona method acting á háustíð. Já, hann er líka sko þetta geggjaður leikari. Frábær leikari. Hann var náttúrulega alltaf í Malcolm in the Middle. Það skemmtilega þar en hann er bara komin í allt aðra deild í Breaking Bad. Já, en ég er samt ekki sammála eins og Björn Bragi sem situr oftast í þínusæti á mánudum. Hann vil minna þessi bestu þættir allar tíma. Ég get ekki gefið þeim þann stimpil þó svo að mér finnst þeir mjög góður. Ég minnst þér frábærir. En ég er ennþá bara Sopranos, Entourage, Friends. Já, Entourage segja mér. Breska Office.
Breskofi á sammála, bæði betra. Friends, ég er þetta aðeins í Friends aftur núna. Það er það er hrikalega skemmtilegt. Svo er það næsta hér, 90% úlinga nota ekki lengur dyrabjölluna þegar þeir eru að koma heim til einhvers. Þeir senda SMS eða hringja og segjast þeir að komnir. Og það sem er mjög skemmtilegt við þessa sturluðu staðreynd, að ég fór að hugsa, ég er nánast hættur að nota dyrabjölluna sjálfur. Maður sendir alltaf bara mættur. Kominn. Eða hringir. Hunskast út. Maður fer ekki lengur á ding-dong. Nei, það er líka gaman hvernig þetta er rannsaka. Það var bara spurning að hendi kappa sem bara í og notar svo dyrabjölluna. Það er, ég held búaði kannski bara til töluna, 90%. Hún gæti mér að vera herri. Ég held bara 100% þessna sko. Svo er það hér, ertu mikill kattarmaður, Jón Gunnar? Já. Flesti kettir sem ein manneski hefur átt eru 689 kettir sem bjuggu heima hjá Jack Wright í Kingston. Hún var meira einmann en þú. Þetta er hann reyndar, Jack. Já, fyrir ekki. Þetta er ekki cat lady, ég samt fyndi að ég hugsaði einmitt þegar ég var að lesa þetta við, hvort það væri kona. Það hugsaði einhvern veginn svona kattarkonur. Pipar Jónkan. En þetta var, kallstaðar nafni Jack Wright. Og inn á heimili. Þessu ógæðsleg hland viðbjóð sandfíla var inn á því heimili maður. Það er viðbjóður. Svo góði lykt að kattarlandi líka. Alveg skelvett, þú veist, ég hef komið inn á heimili sem eru kannski 3-4. Og þá er bara svona einhver, ég er ekki að gera lítið á þeim sem eiga ketti, alltaf ég heit sætan kötti eða eitthvað svona, en þú veist hvað ég er að tala um þegar þú komið ómikið að dýrum, það er komin svona einhver pissu fíla. Sýstu við með einhverja 4-5 ketti og hund og allt. Enda ángar hún er svo hland alltaf. Ég skal skilja þig til það. Ég er að gera. Svo er það, allavega, ég get lofaði því að það er ekki hressandi lykt að út með 689 kettin í íbúðinni. Og meira þess að þó að hann fari út og annað, það er alltaf vond lykt á hann. Það er 100%. Svo er það hér, hundar geta orðið háðir kókaín. Sturlu staðreynd. Ég veit ekki hvernig vita þetta? Þetta verður líka mjög agressív þeir eru ekki að fá sitt. Ef að henda Lassi og fara upp í Bláfjöll og fæ sér aðeins og hvað er í gangi? Þá líka þegar ég var að lesa þetta í dag þá byrja ég að sjá fyrir með svona hundar á sér. Já, og líka bara svona hundur sem er í liðu eitthvað að selja á hodninu. Bara Tony Montana hundana, kóka í fjalli, hörðu hann er orðinn háður á þessu, setja X í bóksið. Veist sko, snoddarskamli minn, hann átti það til að urra, ég veit ekki hvernig það væri þá ég var á þessu. Svo er það hér, munnurinn á marglitu er líka raskat á henni. Sturlu staðreynd. Þetta var nú bara við með einn vinn minn líka. Egill Eilsson. Hann hett marglita í agli. Munnurinn er líka raskatið á hann. Munnurinn á hann er raskatið. Þetta talar hann með raskatinu allan dag. Akkurat, en þetta er, þá veitir það marglitur. Þetta er falleg staðreynd. Það eru 2 eftir. Skóabirnir og ísbirnir hafa eignast afkvæmi og kallast þá á ensku growler bears. Þetta eru grizzly bears og polar bears. Þeir hafa actually átt afkvæmi? Já, growler bears. Growler bears? Já, ég googlaði það, þetta er mjög fyndið að sjá þetta. Þú erum alveg stuð með þeim. Þú veist líka að ljón og tígristýr hafa eignast afkvæmi. Það heitir liger. Það heitir liger? Já, og það eru risastór kvikindi. Í alvöru? Já, við erum að horfa á þetta á Animal Planet daginn og það er bara huge. Þegar þú ferð bara á Google og skrifa liger þá sérðu bara stærsta ljón tígristýr sem þú sér, sko. Þú varst bara einn heima að horfa á Animal Planet og ligerinn dætti. Ég tek það oft ef ég er á óttinu og er svona flakka millir staða og festi staða. Ég dýrka svona Attenborough stöð, sko. Hann með þessu Rúfi í kvöld, nýrþáttur. Já, ok. Attenborough, farið þetta. Hann kann þetta. Svo er það síðasta sturlastaðarinn dagsins. Beljur muna manns andlit og leggja á minnið ef einhverju vonduð er. Þannig að það er maður að gera, fara að lega. Ef maður fer cow-tipping, þá getur það bara verið vesen ef maður hittar aftur. Já, ekki það bara á að gera vonduðu beljunar, en það er leggja á minni. En munið vart vonduð við sig. Já, það er bæði sko, þetta á líka við en dúfur. Það var stjórnlustæðandi einu daginn. Mér finnst það svona aðeins skrítnara. Já. Dúfur muna mannsandlind. Það er líka aðeins minna vesen að lendi í dúfum, með því. Já, líka, veist, þannig ef hún kemur og skýtur að það, þá eru verið einhver leiðilega við hana. Niður í bæ. Já, potið. Þetta voru sturlaðar staðarindir þennan mánudaginn. Hvað fannst þér standa upp úr, Jónsi? Hverja varstu svona nánaðastu með? Hundur og kókaini, mér fannst það svolítið sérstakt. Já. Hvernig er menn að rannsaka það? Já, hörru, hann var háður kókaini, besta næsti. Já, hún var góð. Mér fannst best að munnurinn á marglitu er líka raskatið hann. Já, og tengingin við snillingin. Já, Egil Einarsson fáum, besta lagi á stöðin í dag. Sveið með það. Þetta er frábært. Það er eitthvað sem segir mér að þetta verður vinsælasta lagið í sumar. Þetta er Daft Punk og lagið heitir Get Lucky. Þetta er Daft Punk hér og lagið Get Lucky. Þetta er hrikalega gott. Já, það er eitthvað saman í þessu mann. Ég held að þessi plata sem kemur til okkur verði stórkostleg. Já, Pharrell líka að koma sterkur inn. Hann er náttúrulega með mann í Blurred Lines líka. Já, og líka, Daft Punk er að vinna með,
disco, góðsögnum og alls konar sko. Þessi plata bara verið geggjuð. Já, þeir kunna þetta. Já, þeir eru góðir. Það steytist hér í að ég ætla að fíblast aðeins með Jónsa og ringja í Subway, ekki missa því, það hér eftir öskamma stund og svo eru að fara í Barnalandi líka, en ég var að spá að kíkja hérna í smá netmisnotkun, Jónsi. Já. Það fastur liður hjá okkur Bjössa á mánudögum og fyrir ykkur sem voruð að stilla inn þá var Björn Bragi heima veikur greið. Þannig að Jón Gunnar Gerdal leysir hann af hólmi hér í dag og það voðalega lítið að gerast. Það? Á netinu núna, já. Okay. Við eigum svona... Hverjir hafa verið vinsælastir? Við eigum okkar svona bestu vinn í netmisnotkunni, Óli Geir, vinn okkar. Hann náttúrulega sko núna, það alltaf miljóni á honum bara fyrir Keflavík Music Festival. Já. Þannig að síðan hans eiginlega bara öll undurlögð af því. Hann að plugga. Já, þannig að hann ekkert lengur að segja okkur hann að vera að pissa okkur á hjólkoppi eða eitthvað sko. Nei. Sem hann var alltaf hressandi. Sem var mjög skemmtilegt. Og þannig að ég var að fara yfir síðan hans, hann reyndar, má eiga það, hann hendir í sturlaða staðreynd, það nýjasti statusinn hans. Já. Og þessi sturlaða staðreynd kom fyrir 18 klukkutími síðan. Sturlaða staðreynd, það kostar aðeins 124 krónur á tónleika á Keflavík Music Festival. Það koma fram 120 tónlistaratri og verða því haldnir 120 tónleikar. Það kostar 14.900 kall á alla hátíðina sem verða haldin á 8 stöðum í Reykjanesbæ. Það segir okkur það kostar aðeins 124 krónur á hverja tónleika á hátíðinni. Það sturlaða staðreynd í lagi. Já, þannig að hann með sturlaða staðreyndi. Það vitna í þáttinn góða. Já, svo hann Óska Grindavík til hamingju með titilinn. Ég ætla reyndar að, nota tækifærið, Óska þeim líka. Leiðalt fyrir stjórnarmenn, en svona þetta. Sverris, alnafni Sveppa Grull að þjálfa. En Óli Geir rólu, maður heyrir það. Það 18 tíma síðan, sko, hann stæðið að bögga tónleikum. Hann hefur oft verið miklu svo, hann hentin á laugardaginn, mitt atkvæði til sölu og hæstbjóðanda. Já, þannig að hann var að reyna að pimpa út atkvæðinu sínu. Það ekkert að gerast jóla, við ætlum bara að gefa hann frí. Hendum í einhvern annan. Ég ætla að tjekka Brynjar Már, Brian Ecclepen. Brian Ecclepen. Ég keyrði næst í út af þegar þið röðu útsendingu fyrir viku síðan. Já, það þurfti að hann var að gifta sig, sko. Já. Það ekkert að gerast þar heldur. Hann er bara honeymooning. Já, það enda góða punktur. Hann bara í brúðkaupsferðinni. Hann bara ástofnginn. Og þetta eiginlega þú ferð inn á Facebooki hans, ég sé að við erum sameiginlega vinnir hans. Þetta eiginlega bara myndir núna. Það vinna rosalega mikið að myndum af Cher og Anna Christine Ecclepen. Já, hann að vinna með myndir. Já, þannig að Brian Ecclepen vinnur okkar, hann ekkert að gera hann inni, sko. Það frétta hann líka, hann hvað... Já, sveimi þá, hún var ekki juicy í okkur netmisnotkunni í dag. Nei, maður hefði viljað fá einhvern svona alvöru status frá bæði Óla Geir og Ecclepen. Já, og við tjekka þetta Hemma Gunnvinn okkar eða? Hann hlýtur. Hann alltaf með eitthvað gott, sko. Já, hann þetta ný hættur þetta á stöð 2 sem mikil synd. Já. Það enda þetta hér á Hemma Gunn, hann setti þetta inn fyrir 6 tímum síðan. Ef maður finnir ekki frið í sjálfum sér, tilgangslöst að leita hans annar staðar. Ákvað að gera þetta að hálfgerðum letidegi, en maður lítur að verðskulda það einstaka sinnum, enda hitinn í hámarki og best að skella sér í sjóin. Hafið það sem allra best og gleðilegt sumar, alveg endalaust. Hemmi Gunn dásamlegur. Já, hann komið 100 likes á hann status. Það bara Hemmi Gunn, hann rúlar bara þannig. Hann svo jákvæður og skemmtileg. Maður fer bara, ef maður eitthvað langt neyri, þá bara hendur inn á Facebooki Hemmi Gunn. Já. Og þú ert bara feskur það sem eftir. Hann nett father figure. Við tekið gríðalega vænt hann og ég sakna hans. Hann var alltaf hérna frammi. Já. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo ringjum við í Subway og förum í Barnalandi. Yes. Er þetta ekki tilbúin í eitt gott Subway síntal? Jú. Faraði hitt fyrir hendina. Coke Zero. Ekta kókbragð. Engin sykur. Bragða á möguleikunum. Fáðu tilboð í dekk. Dekkjahöllin.is. Það 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Carlsberg Léttöl kynnir Sónar Reykjavík 2014, dagana 13., 14. og 15. febrúar í Hörpu. Sértök Fossala hafinn á miði.is. Allar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Þetta kallar á Carlsberg. Hringurinn. Besta þýdda táningabók síðasta árs að mati bóksala komin í kilju. Hringurinn sambland af hungurleikunum og Harry Potter, segja gagnrýnendur. Bjartur. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 25% afsláttur af pítsum á matseðli hjá Rizzo, 20% afsláttur af fatarhreinsun hjá efnalauginni Björg í Mjódd og 12% afsláttur hjá Ó-Sushi. Kynntu þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. 5 minútur yfir 8. 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 5 minútur yf
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 með Blöndal og Jón Gunnar Geirdal. Þennan mánudaginn, Bjössi heima veikur eins og við höfum komið inn á áður í þættinum. En það er komin tími á að setja svona smá þraut fyrir þið, Jónsi. Ég veit ekki samt, sko. Þetta gengur ekkert og sett bara hérna lepjandi á kaffi að lesa í blöðum. Við þurfum að láta þið taka þess á því. Og ég er með frábæra hugmynd sem ég held að ég er eftir að fíla. Já, ég veit ekki eftir að fíla hana. Hún er ekki frábæra, sko. En það er ekki séns ég að fíla hana. En hvað þú? Ok, þú ert ekki lengur. Þú varst rödd Subway. Já, eins og áður hefur komið fram í þessum dásanlega þætti. Já, og þú last bátur mánaðarins, túnfiskbátur. Má ég heyra, hvernig ég lesi þetta? Geður hlustendur svona smá. Bátur mánaðarins, aðeins 439 krónur. Subway, alltaf fest. Þetta er bara gæsa á þú. Þetta er ekkert annað. Þú er engu gleymt. Þetta er bara svo trailerröddin í Hollywood. Já, en þú ert hættur að lesa Subway núna. Já, Jói Ásbjörn stakk undan mér. Eins og kom líka fram hér í þessum þætti. Sá rævill. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að hringja á 2-3 Subway-stæði. Og já, svo þegar einhver svarar, segja þá, já, komdu sæl eitthvað, Jón Gunnar heiti ég og kallast kannski röddina mína. Ég var gamla rödd Subway. Maður spyrja, og segir það svo bátur mánaðarins og segir eitthvað svolítið sem vorst að taka núna og spurðu svo hvor rödd finnst þið betri, svo sem er núna eða mín. Ég er bara komið gæs og þú okkur óþægilega staði, sko. Þetta er óþægindar allir. Þetta tilbúin? Ég skal ekki hvað þessi hugmyndu en að byrja, hvað? Þú vakna bara á mótnan og best að koma einhverjum í óþægilega aðstöðu. Já. Þetta er ásamlegt út að sendi. Arbetsmálarins. Fyrirgjöf, hvað segirðu? Daginn. Já, góðan dag. Já. Mér langar bara að heyri ykkur, ég heiti Jón Gunnar Geirdal, ég var í svona að lesa Subway. Já. Auglýsingarnar, sko. Ég var búin að velta fyrir mér að því að hérna ég er ekki að lesa lengur að því að Jói Ásbjörns vinur minn núna að lesa bara hvor röddin væri eiginlega betri, sko. Þannig að ég er svona, ég er að gera smá könnun hérna. Já. Þannig að bara hvort ég geti tekið smá sýnisótt fyrir þig. Já. Bátur mánaðarins, aðeins 439 krónur. Subway, alltaf fest. Bara spurning, hvernig þér finnst þetta? Já, ég finnst þetta ekta lagi. Þér finnst það bara allt í lagi? Já. Ekkert meira en það. Ertu búin að heyra nýju auglýsingarnar eða? Jú. Og hvor finnst þér betri? Það er erfitt að segja. Það er erfitt að segja, já, þið sést fyrst, já, ok, já, þið finnst það, já, ok. En af hverju erfitt, finnst þið Jói hljóma betur, ok, nú er hann það frægar en ég og svona, sko? Nei. En hann er samt að selja hamborgara og, Skúli er ekki að selja hamborgara á Subway. Já, Subway. Já. Takk að Islam. Takk fyrir. Hvað byrði okkur að taka andlindar? Það var frábært sér það. Ég er það meira gaman að þegar Björn Bragi hringdi fólk og tilkynnti að hann verið sjónvarpsmaður ásins, sko. Já, þetta er svona svipaðsann, sko. Þetta er alveg, Subway N1. Það verðum að tjekka einhverjum öðrum hérna, já. Subway N1, já, frábært. Þú taka bara doppelheader, eða? Já, þú sleppur, þú var 2 hérna. Subway Akureyri, tekur því. Já, þeir eru náttúrulega hörðu, Jói er náttúrulega komið í bæinn. Já. En segðu bara sem búið að stela að þér jobbinu og hvort finnst betri. Já, ég er atvinnulaus. Ég er röddin atvinnulausa af því að Burger King tók þetta. Það er svo töff að það. Er það ekki? Já, góðan dag. Er það Subway á Akureyri? Já. Já, sætlunu, ég heiti Jón Gunnar Geirdal, ég var svona að lesa Subway auglýsingarnar. Já. Er reyndar ekki að því lengur að því að röddin er orðin atvinnulaus af því að hamborgarakóngurinn sem var að koma í bæinn, hann hérna tók giggi, sko. Já, ég veit að þetta er hrikalegt. Ég hef bara spáð í að ég ger svona lauslega könnum bara svona, því að ég er ekki alveg sátt við þetta, þannig að spá hvort að, ég geti lesið fyrir þig einu auglýsing og þú getur svona tekið smá stikkpröfu. Hvernig þú fílar þetta? Sjálf. Hvað séru? Já, alveg eins. Er það ekki? Alveg eins? Já, það var rétt, maður. Hörðu, bátur mánaðarins, aðeins 439 krónur. Subway, alltaf fest. Hvernig finnst þér þetta svona í alvörunni? Í lagi. Vá, hvað það var einlægt. Ég veit ekki. Óskaldur sett eitthvað þroska. Er það skrítið, drengur? Þú ert svo vængið. Fannst þér þetta ekki flott hjá honum?
Jú. Já, það ekkert aðeins svona. Bara alveg frábært. Ég skil ekki, okkur þú ert ekki lengur með þetta, Jónsson. Nei, ég skil ekki. Ég hingi bara Jóa Áspjós og Skúla Subway eftir það. Takk á bara í pröfuna það. Erðu afsakaði trufluna, vinnur? Takk kærlega, vinnur. Ok, bye. Hann var bara að hugsa með sig, jú, bara þetta ágætt. Allt í lagi, þessi mongolít í alveg að hringja. Hann var hérna, sko. Þetta var, Subway, kóngurinn, Jón Gunnar Geirdal og eins og þið heyrið, kæru hlustendur. Fólk ekki búið að gleyma honum, bæði Smáralindin og Subway Akureyri voru til í þessu rödd. Þetta er hæfileikaríkur ungu maður, heitir Frank Ocean. Hann er miklu uppáhald þessi snillingur. Hann er sem virkilega góður. Lagið heitir Thinking About You. Þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal þennan mánudaginn 29. apríl. Mæjað detti í hús og það er komið að föstum lið hér á mánudum sem að hefur var í pásu síðustu 2-3 vikur og það er, barnaland.is eða hvað er að gerast í barnalandi. Já. Og það er Björn Bragi sem sér alltaf þann dagskrálið, þannig að ég setti það í hendur á Jónsa í dag og spyr því núna Jón Gunnar Geirdal, ertu búin að finna eitthvað áhugavert inn á barnaland? Já, ég verð að segja það. Það er ansi langt síðan að ég skoðaði barnalandsumræðan síðast. Já, inn á barnalandi. Fleiri ár. Já. En þetta er rosalegt, sko. Það er, það er ekkert sem má ekki þarna. Nei, líka fólk það heitir náttúrulega bland.is í dag. Já, en fólk í alvörinni bara að spurja út í fáránlustu hluti, sko. Já, það er engin, á barnalandi er engin spurning off limits. Nei. Ég held að það sé reglan hérna. Það er bara, þú bara... Og það er mjög algengt, við höfum farið yfir það við Bjössi, sko, það er rosalega margir þarna inni líka sem að þeir eru ekkert að stressa sig að fara á læknavaktinni eða kíkja upp á slys og heldur við bara spyrja barnalandi hvað, ef þú ert kannski heima með opið sár, hvað átt að gera við það? Já, ég bara held þessi höfuðkúbrótin, hvað finnst ykkur? Og bara postar mynd og svo bara byrja allra að kommenta, nei, láta ekki svona maður, þetta er ekki neitt maður. Ég held þessi höfuðkúbrótin, hvað finnst þið? Fólk er hérna, til dæmis, ég var að skróla yfir þetta og fólk er óþægilega hreinskilið. Já, og hvað ertu búin að finna handa okkur í dag? Hér er fyrirsögnin, bjargið kynlífinu mínu og svona blikkakall. Blikkakall, ok. Þannig að það er einhver, er þetta kona eða kallmaður? Þetta er kona. Ok. Hún segir, ég er bara varaði við núna, sko. Já. Hún segir, og kæra fólk er alltaf að reka við í miðjum samförum. Hvað segirðu? Kæra fólk, ég er alltaf að reka við til dæmis í miðjum samförum. Þá á ég til að reka svo hraustlega við að gaurinn missir hann niður. Ég er alltaf að reka við, er búin að pröfa alls konar fæði og þá dugur ekki til. Hjálp, bjargi kynlífinu mínu, annar blikkall. Ertu að grínast? Það er bara einhver kona, einhvers staðar. Bara, ég veit ekki hvar, ég ætla að fara að koma eitthvað. Já, en ákvörðu að hérna... Ákvörðu að posta? Já, ég er bara svo byrja fólk alltaf bara að svara með alls konar óþægilegheitum. En er fólk að hjálpinni eða er fólk að taka þessu sem gríni eða hvernig? Nei, fólk er bara að fara yfir þetta, bendin á alls konar, hún getur borðað þetta, hvernig mataræði, drektu þetta, gerðu hitt. Ok, þannig að hún er að fá aðstoð? Hún er sem betur fyrir að fá aðstoð, en þetta er ekki hægt, sko. Ég sé hann hegstlega á sömnilega. Heldur að blösi bara frá hendi inn einhverju setningu, en það er ekki stuð heima, sko. Það er í gang. Nú ert þú, Jón Gunnar, komin á fínan aldur, þú er upplegað margt. Váká fórst fínt í þetta. Þú er upplegað margt þegar kemur að kynlífi og ást. Já, við erum komin. Hvað myndir þú ráðleikinni? Hvernig maður ætti að bjarga kynlífinu að þú ætti að prumpa? Ég bara veit ekki hvað ég á að byrja. Ég væri til að hendi með 100 kallið. Við ætlum að ringi í svo konu. Ég get þannig að þú ert ekki... Það er ekkert eitthvað sem þú getur? Ég hef ekkert ráð fyrir það, í alvörunni. Kannski ekki að vera inn á bland svona mikið. Nei. En þetta er svona öllu ganni slefið, það var náttúrulega hryggilegt að maður væri að lendi í þessu. Það væri verra. Já. Þú væri með eitthvað skvísun og svo bara... Vonandi leysist þetta hjá henni. Já, og hérna, mér var nú hugsað til þín, ég sá hérna þráð. Vonandi ekki eitthvað svipað og síðast. Nei. Þetta var hugsað til mín. Þessi þráðurinn heitir, þið sem eru einhleip, við hvaða moment finnið þið helst til þess? Svo kemur hérna. Ég er búin að búa ein í mörg ár, kann því vel, það er samt einstaka stundir sem ég virkilega langar til að eiga maka. Eitt af þeim var í gærkvöldi. Mér langaði að eiga maka og sitja með honum og horfa á umræðu fyrir kosningar og geta rætt málin. Popp og kók eða glasa rauðvinni með. Eins langar mig í kvöld að eiga fjölskyldu til að horfa með á kosningasjónvarpið. Mér finnst líka að ég er mest einmann í heimi því ég fer ein í jarðarför. Annars finn ég lítið fyrir því að vera ein og gerir flest sem ég langar að gera. Ok, þetta er heilbritt alveg. Hún endar þetta uppbýtt og já, maður skilur einmannleika og þú er náttúrulega hér, þú veist, býrð einsamall. Já. Nei, jú. Já, svona er einn að það heima að mér, en það er sko, það er mikill munur að vera einn og vera einmanna, sko. Vá, þetta var svo mikil syng og lína að ég næstu því lama í andlutinu.
Ég sko einn, en ég ekki einn. Nei, auðvitað, ég veit ef ég var alveg hreinskilinn við, ég er ekkert alltaf heima bara að sjúga þau, mann er bara okkur er ég einn. Ég gerir mig grein. En ef ég ætti að, hvenær finnst mér ég vera mest einn? Já, hvenær blöðvélin lítil í sér? Fyrir þunnur? Já, ég veit það, þá hellist yfir því. Það má svona þunnur í hjartanu. Svo líka, er það ekki bara jólin? Ekki það, þú veist, ég er rosalega fjölskyldumæður. Já, ég veit það. Ég er mikið með systurum mínum og móðir að spila á svona. En já, þegar ég er komin til dæmis eins og núna síðustu jól, það reyndir að verða svolítið síðan, þetta er fljótt að liða. Þá fannst mér alltaf leiðilegt að koma heim, skiluru, þegar ég er búið að opna alltaf pakkanu, ég er búin að geta eins og svín og þá var ég alveg til að eiga einhvern heima til að horfa á einhverja bíómynd með eitthvað, ekki bara einn upp í rúm. Það er þetta margi sem að koma inn á það jól og svona hátíðahöld og annað, það vil ég hafa einhvern til að kúra hjá og svona sko. Þannig að En ég skil samt ekki á henni, hún er að tala um að henni minnst óþægilt að fara að vera eini á lausautur fyrir jarðaför. Er hún bara eini sem þekkir hann þá bara, á hún ekki vini eða fjölskyldumeðlim með það? Nei, ég skil það mikið sko. Það er ekki svo kærastinn sé eitthvað að fara að hjálpa þér þar? Nei, mér finnst líka mest einmann í heimi því ég fyrir eini jarðaför. Er það eitthvað svona geðveikt lonely eða? Já, bara eiga ekki samvegilega vini eða eitthvað fjölskyldumeðlim. Það er mjög skrítið. En það segja margir hérna jól og svona, en ég skil það alveg sko. Já, ég var að hugsa til þín, ég viðurkenni það. En svo er það náttúrulega, það er ekkert bara jól, það er náttúrulega líka pirrandi, þú þekkir nú vinahópins mér í, eins og bara núna síðasta sunnudag, ekki núna í gær, heldur fyrir viku síðan, átti Pétur Jóhann afmæli og bauð okkur á grillmarkaðinn og þar mættu Sveppi og Íris og Simmi og Bryndís og Hugi og Ástrós og ég. Og þetta er orðið svolítið þreytt. Að vera svona bara... Ætlar hann ekkert að fara að ná sér í góða konu? Já, svo líka sko, það farið alltaf svo fínt í það. Já. Það er svona ekkert að gerast, eitthvað svona brosað, maður bara svona... Já, eins og sér bara öllum stundum að vinna í því að hlaða einhverju skvísu... Og líka bara eins og ég sé eitthvað heftur þó ég sé einn. Já, hann er ennþá einn. Það er ekkert að gera svo að fara stelpunar upp og kjafta... Já, þau náttúrulega gera bara endalist grínaði, þú þekkir þennan hóp. Ég gerir það mikið sjálfur. Þannig að, já, alltaf sé ekki þessi skiptið, þú ert að hitta önnur pör. Já, þá ertu svona, eins og sé eitthvað, bara holdsveikigæn. Bara ekkert að frétta, ég er bara að leika sér í útvarpi og eitthvað, sko. 33 ára sköllóttur á FM 957. Já, svona er þetta bara. Takk fyrir að rífa upp þennan mánudaginn, Jón Gunnar Geirdal. Þetta var Barnalandið. Við ætlum að fara hér í auglýsingar og höldum svo áfram. Ég er með hrikalega gott lag á leiðinni heim. Svo ringdi ég líka í 2-3 Bjarna Ben fyrir í dag, en það var ekki því Bjarni Ben. Heyrum það hér á eftir. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé-tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé-tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook-síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðdugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Yokohama-dekkin færði í dekkjahöllinni. Kölski kynnir útgáfutónleikar Ólafs Arnalds For Now I Am Winter í Hörpu 30. apríl. Miðasala er hafin á harpa.is og miði.is. Harpa-þrennan. Skemmtilegt að skafa. Thule og Náman Kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin Óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Ahmed the Terrorist og öllum hínum vitlýsingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin Óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Yokohama jeppadekkin fást í dekkjahöllinni Skútuvogi 12. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM.
Beyoncé Knowles. Það er ekki nokkra Íslendingar sem eru að fara að sjá hana í Köpen í sumar. Já. Svo náttúrulega rosalega Beyoncé Knowles leikur í gangi hér á FM 957. Ég held að það sé geggjulæf. Já, veist það, ég verður við ekki hana. Ég hefði ekkert á móti að fara tónleika. Nei, hún er í Köpen 27. maí, Pepsi Max eitthvað, allt byrjulað. Já, og sko ég með þess að hef farið á, ég hef nú ekki farið á Beyoncé Knowles, ég var til að fara á hana, á tónleika með henni. Bara bæði svo sem. En ég farið á Shakiru. Já, ég og Sveppi vorum með það, einmitt í bóði Pepsi á sinni tíma þegar við vorum í 70 mínútum. Og það var, ég þekkti hún ekki mörg lög með Shakiru, það var stókslega gaman. Það er alltaf gaman að fara á tónleika. Gaman að fara á tónleika. Ég sá Jay-Z Kanye West í fyrra í London. Já, ég er ennþá að naga mig yfir að ekki fara á það. Það var rosalegt. Og mér langar að sjá núna, ég væri til að sjá Beyoncé. Já, ég líka. Mér langar að sjá Frank Ocean, mér langar að sjá Justin Timberlake. Já, Justin, maður fyrir alltaf lítið á tónleika. Ég er alltaf að fara að horfa bara mína menn tapa. Þetta var bara að fara bara 40 leiki, veitur. Nei, það er ekki svo gott, en ekki enn sigurleik. Afsakið. Já, ekki verið að tala um þetta. Og fluga. Já, en ég ringdi fyrr í dag. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fengu, bara mesta fylgið helgina. Afgerandi kosningar. Og sigruðu þessar kosningar. En Bjarni Benediktsson er einmitt formaður Sjálfstæðisflokksins. Hann á nokkra nafna hér á Íslandi og ég tók gamla góða trikki hér fyrr í dag og ringdi í nokkra hann úti sem heita einmitt Bjarni Ben. Þóttist vera frá Bændablaðinu og að spyrja svona hvernig litist á þetta allt saman. Það æsti sér svona sem enginn, en það er kannski eitthvað kósí við þetta. Við skulum heyra hér 2-3 símtöl þegar ég ringdi í Bjarni Ben en ekki því Bjarni Ben. Halló? Er það Bjarni Benediktsson? Það er hann. Komdu sæll og blessaður, Halldór heiti ég og ringi hérna frá Bændablaðinu. Já, sæll. Blessaður. Þú lítur nú að vera ánæður eftir helgina? Já. Já, maður er sáttur með það. Og hvað ertu svona að hallast að? Eru menn farnir að vinna eitthvað saman? Já, þá færður mann að vilt, sko. Ég er nú ekki sá frægi, sko. Er þetta ekki Bjarni Ben? Er ég að tala við vitlausum mann? Já, við erum held í 3 á landinu. Nú. 2 í yngri kantinum og svo er... Ertu ekki formaður Sjálfstæðisflokksins? Nei, það er ekki ég. Nú. Veistu að þú ert ekkert með númer á hann með það? Nei. Hvað kaustu samt? Ég tók D. Já, þannig að þú fylgir nafnaðinum. Já. En hefurðu mikinn áhuga að vinna með Sigmundi Davíð? Já, ég sko... Já, þetta er eiginlega fyrir eftir hvernig stjórnarmyndunin muni eitthvað það, sko. Ég segi bara hérna í blaðinu og sérformann. Já, gera það bara. Þakka fyrir þetta. Já, mitt málið. Halló. Já, Bjarni Benediktsson, er hann við? Nei, ég skal gefa þér upp símanúmerið. Er hann á Bessastöðum eða? Nei, hann er komin. Ólafur heiti ég og ringi hérna frá Bændablaðinu. Já, það er ekki réttur, Bjarni. Eru þau út frá eins og eða? Út í Vík? Nei, á Bessastöðum. Nei, ég veit það ekki. Þetta er í Bolungavík. Þetta er Bjarni Benediktsson í Bolungavík. Er hann á Bolungavík núna? Já, þessi Bjarni. Hvaða Bjarni? Bjarni Benediktsson. Já, ég ætla að reyna að fá hann í smá spjall svona út af kosningunum fyrir Bændablaðið. Er hann á fundum í allan dag út af þessu eða? Nei. En hvernig komst hann þá beint frá Bessastöðum á Bolungavík? Nei, þetta er nefnilega annar Bjarni Ben. Þetta er ekki kosningabjarni. Nú? Þetta er annar Bjarni Ben sem vinnur hjálpubúni í Bolungavík. Er hann í Sjálfstæðisflokknum? Nei, það getur vel verið. Já, en hann er ekki formaður? Nei. Glæsilegt. Já. Takk fyrir. Já, bless. Bjarni Benediktsson. Já. Komdu sæll og blessaður, Gunnlaugur heiti ég og ringi hérna frá Bændablaðinu. Já, blessaður. Komdu sæll og blessaður, hvernig hitti ég á? Alveg hreint ljómandi vel. Já, það er búið að vera busy dagur, vantarlega. Já. Eru þið ennþá út frá eða? Við erum hérna Þú ætlar að ringi Bjarni Benediktsson. Eru þið komin af Bessastöðum eða? Hvernig hitti ég á þig? Já, ég er ekki alveg sá. Ertu ekki farin þangað? Nei, ég er ekki alveg, sko, ég er nafnar. Ég er ekki stjórnmálamaður, Bjarni. Þú ert nú formaður? Já, nei. Hvað, er það eitthvað feimnismál? Já,
Nei, ég er bara ekkert í pólitík, sko. Ef þú er alltaf að ná í formann Sjálfstæðisflokksins, þá er hann örugglega á bestum stöðum. Er ég ekki að tala við formann Sjálfstæðisflokksins? Nei, alls ekki. Hvernig næ ég á honum? Það er ekki hugmyndi, ég er bara alnafnað. Þú ert ekki svo fyrstu sem ringir í mig, en yfirleitt eru fullir, sko, sem ringja. Nei, ég drekk ekki. Nei, þú er að fá einhver annar númer. Já, hvað er númerið hans? Ég hef ekki hugmyndið það. Geturðu græjað það fyrir mig? Nei, þú er ekki að finna út af því. Já, mér var bent að þetta væri númerið hans. Já. Hérna frá henni frammi, hérna hjá mér, riddara. Já, hún er bara eitthvað klikkað á því. En þú ert ekki formaður Sjálfstæðisflokksins? Nei, algjörlega saklaus á því. Herðu, allt í lagi fyrirgefðu, vinur. Já, allt í lagi, já. Bless. Já, þessi vitleysa var tekin upp fyrir í dag. Þetta var skemmtilegt. Þetta er hressandi bull. Hann á nokkra, þeir voru nú fleiri en 3. Ég held að það séu 5 eða 6 á landinu sem heita Bjarni Benediktsson. Aðeins búið að hringja þá í dag. Aðeins búið að hringja þá. Skulum fá hér Justin Bieber og lagið All Around the World. Það skal maður fara að valega, það eru Beliebers þarna úti að hlusta á þennan þátt. Já, ég er gaman að Bieber. Já, en hann er við saklaus, ég fengið, líka tölvupósta frá Beliebers. Það má ekki tala illa Justin Bieber, þá færðu hattuspóst. Ekki tala illum að þá sé kannar... Nei, hann er samt svona... Já, ég var nú að ræða daginn, það er eitthvað svona smá Jackson-syndrom í honum núna. Hann er eitthvað aðeins að tapa sér. Já. Það er kannski eðlilegt með alltaf þess aðtekli og allt þetta rugli í kringum kallinn. Fullkomlega. Já. Fullkomlega. En þetta er lagið Around the World og ég myndi ekki segja að mér finnst það ljótt þó sem mér finnst það. Nei. En... ég er ekki, því þarna Beliebers úti, ég er ekki að segja að mér finnst það ljótt. Það styttist í lagið á leiðinni heim. Það er hér á eftir og það er eitt gamalt og gott sem ég er búin að velja. Sem er virkilega gaman að. En það ég ætla að segja er hér, sko málið er, ég er alltaf með svona FM 95 blöð quiz, eða getu blöð. Ok. Fyrir strákana. Ég glemdi að hendi það fyrir þig í dag. En þessi stað ætla ég að spyrja þig, það eru hérna afmælisbörn. Ég ætla að sjá svona hversu nettur þú ert. Hvað myndur þú halda að Jerry Seinfeld sé gamall í dag? Þú veit ekki giska. Seinfeld þú þykir hús ef þú giskar rétt. 48 ára. Nei, þetta er nefnilega, ég held að hann væri á svipuðu róli og þú. Já. Hann er 59 ára. Jerry Seinfeld er 60 á næsta ári. Í alvöru? Já. Já. Það er eitthvað... Það er eitthvað búið að... Það er búið að botoxa Seinfeldin eitthvað upp. Já, það bara getur ekki annað verið. Það eldist enginn svona. Ekki nema hann og Kolb. Já, hann og Kolb með, þú veist, flawless skin. Já. Flawless skin. 59 ára gamall, hann Jerry Seinfeld. Hvað heldur að Michelle Pfeiffer sé gömul í dag? Hún er 50. Hún er 55 ára. Já, ok. Langt sér að sé Michelle Pfeiffer eitthvað mynd. Hún er eldist vel, óbústaflokk. Já, guðfalleg. Hún var náttúrulega í What Lies Beneath og Scarface og fleiri myndum. Já. Góð leikona. Scarface er bara 100 ára síðan. Svo er það, síðasta í þessum skemmtilega leikminum. Hvað heldur að Uma Thurman sé gömul í dag? Uma Thurman er 46 ára. Hún er 43 ára. Og giskar ekki á eitt rétt. Ekki eitt. Því miður. En við ætlum að fara í auglýsingar og svo, kæru hlustendur, er það lagið á leiðin heim? Ég myndi ekki missa því, því það er gamall og góður slagari sem ég heyrði fyrir í dag og hafði ekki heyrt lengi. Þannig ekki missa því eftir örskamastund. Við erum komin í síman þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðu inn FM 957. Sæktu appið og við erum komin í síman þinn. Allar upplýsingar á visir.is/útvarp. Nú getur þú keypt dekkin á netinu á dekkjahöllin.is. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. 4 stjörnur hjá RÚV. 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi.
Ódís Engifjöröl kynnir. Allir leikir í beinni á Risaskjá, enski og meistaradeildin. Englis pub við Austurvöll. Yokohama dekkin færið í dekkjahöllinni. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þetta heyrið þú á Keflavík Music Festival. Hreyfðu þig miðar strax á miði.is eða á næstu N1-stöð. Ég spila aldrei Chris Brown í þessum þætti. Nei. En ekki það batnandi mönnum með best að lifa svo sem. En ágætis lagarnaferð, lagið Champion. Stýttist í lagið á leiðinni heim. Það er hér eftir, örskama stund. Talandi Champion. Já. Þetta hafa mikið búið að ræða þetta. Þið hendu í bréfið hérna á föstudaginn. Þið hringdu í skvísuna. Ég og Egil. Já, við hringdum. Þetta var bara nú slónir í hausnum. Þið hringdu actually í hana. Já, sem átti að fá vibban. Já. Það er náttúrulega, það var ekki... Stelpu Grey sem átti að fá okkar ástabrif fyrir 15 ára síðan. Já, ekki verið að skamma mig. Það var allt Egil. Það var hans hengt að ringið hennar, sko. Okay. Og þú veist nú hvernig er að díla við tótt, sko. Að knolla, hvað sem hann... Já, hann er eins og suðandi smákrakki. Já, það er mjög erfitt. En, sko, það var samt allt í lagi, sko. Já. En örgulega, þú veist, eina er bara að vera að blanda öðru fólki inn í þetta ruglstundum, finnst mér það. Fengi ykkur að saklýsa konu sem bjóða söðurkrokki. Já, bara eina sem að hún hefur gert rangt var það að búa hliðin á mér og ég var skotin í henni. Og hún var dregin inn í þessa vitleysu. Dregin inn í þessa þvælu. 15 ára setna, grunlaus bara í vinnunni og hall og lattir hringja. Ekki 15 ára, 16 ára síðan. 16 ára síðan. Spæði, hún átti að fá ástabrif fyrir 16 ára síðan, fékk það ekki. Og 16 ára setna eru einhverju 2 trúðar að hringi í hana í útvarpsþætti í beinni útsendingu. Það er rosalega. Greið. Þetta er bara, ekki þetta, ég geti hlusta, setja inn í allkvöld og hlusta á þetta byrja, það er bara... Já, þér fannst það svo flott að sinni tíma, þú varst náttúrulega afmælinu þegar ég lasa það. Já, þetta var gjörsamlega geggjað. Líka að skrifa glúg-glúg þú fyrst í bjórsúpan, það er mér best. Já, viðbjör. Mér fannst það og líka í lokin þegar ég sagði, herðin en að slökka, nætti og ég skal gera það sjálfur. Það fannst mér ógeðslegt. Þetta er mögulega eitt versta. Varst þú eitthvað í þessu að skrifa ástarbreið þegar þú varst úlingur? Nei, ég var eitthvað... Varst ekki romantískur? Já, jú. Þú varst náttúrulega mikið bara slást og fullur og svona. Nei. Þú varst ekki heima að skrifa ástarbreið. Maður hendur ekki líka ástarbreið, sko. Sem það er svo langt síðan við vorum ungir Blöndal. Ennþá lengur sem ég var ungur. Reyndar. Það var ekkert ekki að Facebook og Twitter og Instagram. Nei, það er ekkert málið. Þess vegna þurfti að senda henni bréf. Já, þess vegna bara þurfti maður að hendi það. Ég sko var reynd að rifið um þetta. Ég var skiptinemi 93-4. Þú þurfti að senda með bréfdúfið, eða ekki? Jú, það var ekki svona rafmagn. Ég sildi til Ameríku. Þetta er fín. Hentuð flöskuskinn. Þá man ég það að þá bara handskrifa all bréf. Ég var fljótt þreyttur á því. Já. Þannig að talandum að þú náttúrulega færir eitthvað með heimþrá og eitthvað annað. Það er ekki heimþrá í dag, þú bara nethendur allan svona hengi, sko. Já, þú ert bara á Skype, bara með fjölskyldunni. Ég var bara geimdur í Ameríku heilt ár og skrifaði bréf og fekk svo bara svar mánuðið seinna. Það var bara actually þannig, sko. Þetta eru breytti tímar. Já, breytti tímar. Vá, við hljómaðum bara séum 100 þá. Já, en alltaf til hamingi með þetta bréf. Ég er gaman, ég tek upp hanskan fyrir þess að indislegu konu sem þið hringdi. Akka verið þá, ef þú þarft einhver aðstoð eitthvað við eitthvað svona romantískt bréf, heyrðu bara í mig. Já, ég skuttlaði SMS-i. Ég er með góða reynslu. Hendi í bréf fyrir gamla. Það er bara að senda konunni allt í glugg. Ég er hérna heim í stofu. Slökkva ljósið. Nei, djók. Við hættum að ræða þetta bréf. Ég byrjar að fá óþægindarhóll. Við skulum fara í lagi á leiðinni heim. Hóttur þú með eitthvað? Já, þetta er hljómsveit sem hefur komið til Íslands. Og það hefur ekki heyrst í þessari hljómsveit í langan tíma. Þetta var svona, þú veist það sem þið kalla guilty pleasure. Ég fílaði hann alltaf á sínum tíma. Þó svo ég var ekki að vera að kaupa diskinn með hljómsveitinni. Já, hvað er þetta? Þetta er Skönka Nancy. Og lagið heitir Hedonism. Já, ég held að munið margir eftir þessu. Nú erum að gera hækka mánudagur. Og þetta er lagi á leiðinni heim. Mjög gott. Feeling happy now. Þetta er Skönka Nancy. Já, mögnu sönguna. Hedonism, já. Og fórst á tónleikana? Já, ég fór á tónleikana. Þau eiga nafnilega alveg nokkuð lög. 3-4. Alveg gargandismelli. En ekkert komið frá þeim í langa tíma, ætli sé hætt. Ég veit ekki, það er einhver fróður en við veit það örgulega, sko. Já. Það var langt síðan einhver hefur heyrst. Nákvæmlega. Það skellti sér á Skönka Nancy og Blur og Robbie Williams og Prodigy. Hölp og... Hölp og... Þetta er, okkur er ekki að mikið, þú ert nú pluggari.
Nú maðurinn sem átt að vera að plugga hluti. Hvað, hvort ekki að plugga eitthvað tónleika hérna fyrir okkur Íslendingana? Það verður nóg framöndan. Hvað er þetta, bara undirbúa bingo í Vinabæði? Alls ekki, sem ég hef enda held að sé skemmtilegt. Já, það er enda mjög gaman. En það verður eitthvað... Verður einhverju tónleikar í sumar, veistu það? Það verður einhvað. Það verður einhvað? Já. Og þú getur staðfest það? Ég get staðfest að verði einhvað, en þó ekki hvað. Getur þú staðfest að það sé eitthvað stórt nöfn á leiðin til landsins? Fyrir utan Keflavík Music Festival? Já, þetta er hellingur nöfn þar. Já, ég lagði til að fara mjög skemmtilegt. Svo er Nick Cave að koma alltaf með ATB hátíð. Já. Svona fyrir einhverja alltaf en hlust á FM. Já. Og svo... Ég veit ekki hvort ég sé fara á Nick Cave. Nei, ég held ekki það, hann er æfilegar ykkur maður. Ríkala flottur sko, mikið legend. Þannig það verður eitthvað flott í sumar. Ég var að hugsa daginn, hvað okkur, þú veist, við sérðum Ásgeir Kolbins, hann er ennþá að lifa á skúterpenninginu sinni. Já, syndir í þeim auðaðum. Já, bara var að láta setja sundlegu inni hjá sér og eitthvað. Okkur er hérna... Og hann er ageless, hann er Benjamin Button. Já, hann er Benjamin Button. Hvernig, okkur reynir við ekki að fá Europe til landsins? Europe? Það getur ekki verið það dýrst. Final Countdown? Final Countdown og Carrie og Ninja Survive og allir þessu lög. Já, sérst, hann skúter auðaminn á hann að henda í Europe. Já. Eða bara við, ég held að Egil er sáttu við að fá skúter aftur. Já, en sko náttúrulega skúter er búinn að koma tvisar, hann fyllti höllinni í fyrraskipti, fyllti ekki höllinni í annarskipti. Nei. Þannig að... Fórstu? Nei, ég bara var að skila spólu eða eitthvað. Já, ég man ég fór á skúter, sætla minninga, satt upp í stúku, fekk skemmtilegt SMS frá Einari Bárðarssoni, hvað góða dreng, að það var eitthvað lasershow. Og kom SMS bara, býtu, er þetta laser nú Smárabíói? Mást ekki að því að það er laser svo í Smárabíói þegar það opnaði? Hvaða pæling var það? Það var líka sko, það var allt og lengi. Ég meina skúr... Velkomin í lasershow. Já, skelvilegt. Þetta leiðin í bíó. Þetta var svo vond. Það var svona góð hugmynd og pappír, framkvæmt vinna. Og líka var aðeins svo lengi. Já, svo lengi. En já, Europe og Ásgeir Kolbins, þið ættu nú bara að ringa í hann og tjekka þessu. Já, ég var alveg til að vera bara niður í höll og bara fá allt í hennu. It's the final countdown. Myndir ekki mæta? Ég væri frekar til að sjá Pearl Jam til dæmis. Já, ert að grínast. Það er náttúrulega eitthvað sem að... Ég væri náttúrulega miklu meira til að sjá Pearl Jam. Ég er að tala um eitthvað sem er actually hægt að fá fyrir lítinn pening. Já, það er reyndar mjög lítið hægt að fá fyrir lítinn pening. Já, ég væri til í Daft Punk, þeir eru hljóta að fara að túra núna út á nýju plötunni. Já, en hvað ætlar Nonni Plug, a.k.a. Nonni Tattoo, Jóð 2G að gera í kvöld? Ég spáði að henda mér bara í eitthvað fjallgöngu eitthvað. Eða er ennþá gott úr? Fjallgöngu? Já, bara upp Esjuna eða eitthvað. Já, ok. Helgafell eða eitthvað. Mér er gaman að þín. Já. Ef ég nenni út að hlaupa. Ekki taka með mér. Ekki sjans. Þú er síðasta maður til hringi. Ætlar að koma með mér upp Esjuna. Ég hef reynda farið. Fór átt með bara stein. Já, hefur þið farið á einu sinni eða? Já, ok. Á maður verið þessu hverju helgi bara. Já, þú fyrir hverjum einu sinni degi í ræktinu eða skvass eitthvað. Já, ég minna í svona fjallgöngum. Ég ætla að henda mér í ræktinu bara núna. Já. Annars bara slagur, Game of Thrones, ég er sjúkur. Alveg rétt, takk fyrir þetta maður, ég er búin að gleyma það. Það var eitthvað sem ég hlakka alltaf til á mánudum, ég er búin að gleyma hvað það var. Já, hörru, ég mista þættinum fyrir viku síðan, horfði á hann á vótinu í gær. Já. Ert að grínast? Endurinn á hann var geðugur. Endaskotið, bara þetta svalast sem ég sé í Game of Thrones. Drega dróningin. Já, Khaleesi er uppáldið mitt. Hún er uppáldið mitt. Ég held með henni. Takk hérlega fyrir þáttinn í dag, Jónsi. Ekki, það var bara ánægjan. Ef að Björn Bragi er að hlusta, látið þið batna. Hann verður vonandi mættur næsta mánudag. Ég vil þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir að nenna hlusta á þessa vitleysu. Við verðum mættir hér á morgun, ég og Sveppi Krull. Klukkan 4. Þar til þá hafið það gott. Takk vel á myndir ykkur ekki, hann er rétt og mættur. Við ætlum að enda þetta á Labyrinth og Emily Sandé. Eitt rólegt og gott, það heitir Beneath Your Beautiful. Yokohama dekkin færið í dekkjahöllinni. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Thule og Náman Kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Yokohama jeppadekkin fást í dekkjahöllinni Skútuvogi 12. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði.
tónlistastöðin FM 957